Við höldum áfram að skoða leikinn út frá sálkönnunarkenningunum og í dag ætlum við að skoða Erik Erikson sem þekktastur fyrir kenningar sínar þroskastig mannsins og hann lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins í félags- og tilfinningaþroska barna. Og hann taldi að leikurinn væri grundvallarferli í lífi barna þar sem þau rannsaka sig sjálf og aðstæðurnar sínar og tengsli með aðra. Hann tengdi leikinn við mismunandi þroskastig og mikilvægi hans fyrir myndun sjálfsmyndar og félagslegra tengsla. Hans hugmyndir, Eriksson, leikinn eru að leikurinn sé tjáning sjálfsmyndar og þroska. Leikurinn þannig leið barnsins til að tjá og þróa sjálfsmyndina. Í leiknum fær barnið að kanna hlutverkin, skapa og prófa mörkin í öruggu umhverfi. Leikurinn hjálpar barninu að skilja hvernig það passar inn í heiminn og hvers konar einstaklingur það vill vera. Þarna það á öruggum stað og getur prófað sig áfram. Leikurinn félagsleg æfing, samkvæmt Eriksson. Að þetta aðferð fyrir börn til að læra félagsleg samskipti, það að deila, vinna saman og leysa ágreining. Börnin prufa þarna mismunandi félagsleg hlutverk eins og að vera leiðtogi eða vera fylgjandi. Leikurinn og sjálfsvirðing að þegar börn leika sér, sérstaklega í sjálfsbrotnu leik, fá þau tækifæri til að ná árangri og upplifa tilfinningum hæfni og stjórn á aðstæðum og þetta, samkvæmt Eriksson, styrkir sjálfsvirðingu þeirra. Leikurinn og tengingin við þroskastig Eriksson, það í fyrsta lagi þetta traust og vantraust frá 0 til 1 árs á því þroskastiginu. Þarna snýst leikurinn tengslu umönnunaraðila og börnin kanna umhverfið í öruggu sambandi og byggja upp traust. Síðan það næsta þroskastig sem 1 til 3 ára og þá það komið að sjálfræði eða skömm. Börn byrja að kanna heiminn á eigin forsendum í leiknum. Þau prófa sjálfstæði sitt í gegnum einfalda leiki, til dæmis að byggja turn og kubbum og nota leikföng til að stjórna aðstæðum. Og þarna þau að kanna hversu flink þau sjálf eru og hvað þau geta. Næsta þroskastig 3 til 6 ára og þarna segir hann að þau sé að þróa með sér frumkvæði eða sektarkennd. Leikurinn verður flóknari og börn fara að taka frumkvæði hlutverkjaleikjum, til dæmis þykjast vera foreldri, læknir eða hetja. Og í leiknum læra þau að skipuleggja, setja sér markmið og prófa mörkin. Næsta 6 til 12 ára, þar myndi vera iðni eða vanmáttakend hvort það sem þau eru að þroska með sér. Leikurinn verður skipulagðari og oft regludrifinn, það til dæmis hópleikir, borðspil og íþróttir sem eru svolítið sterk á þessu þroskaskeiði. Þarna keppa börnin við önnur börn og læra að upplifa bæði sigra og ósigra sem byggir upp sjálfstraust og getur skapað vanmáttakend. Sjálfsmyndin eða hlutverkaruglur, það unglingsárin. Að þarna nota unglingarnir leiki og tómstundir eins og til dæmis hópaíþróttir, tónlist eða tölvuleiki til að kanna hlutverk sín og sjálfsmynd sína hvernig þau standa í jafningjahópnum. Hlutverk leikjanna áfram að þarna vettvangur til að læra lífsleikni. Þau læra að taka ákvarðanir, vinna með öðrum og byggja traust í leik. Þetta örugg svæði að vera í leiknum því þau geta þarna prófa hugmyndir og hegðun án þess að þurfa að óttast afleiðingarnar því þau eru bara að leika. Síðan þetta leikurinn sem uppbyggingarsvæði að börnin læra að vinna úr tilfinningum eins og kvíða, gleði eða vonbrigðum í leik. Þannig að þróaði með sér alls konar tilfinningar. Félagslega hlutverkið, hann lagði áherslu á hlutverkjaleikir væri sérstaklega mikilvægi fyrir börn vegna þess að þeir hjálpa þeim að skilja hvernig samfélagi virkar og að þróa samkennd og hæfni til að setja sig í spor annarra sem náttúrulega mjög mikilvægt. Í leiknum prófa börn ólík hlutverk eins og foreldra, að vera foreldrar, kennarar, lögreglu eða ofurhetjur og þróa þannig skilning á sínum eigin möguleikum og þeim reglum sem samfélagi setur. Og samantektin yfir Eriksson sem sá ekki leikinn bara sem afþreyingu, heldur taldi hann að þetta væri grundvallarþáttur í heilbrigðum þroska einstaklingsins. Þetta leið til að byggja sjálfsmynd og sjálfsvirðingu, félagsleg æfing sem undirbýr börn fyrir lífið í samfélaginu. Þarna tækifæri til að vinna úr innri tilfinningum og togstreitum eða prófa sig áfram. Og þetta mikilvægur hluti allra þroskastiga barna þar sem hann hjálpar þeim að kanna, skilja og aðlagast heiminum. Þetta var sem sagt Erik Eriksson.